Heilsa ykkur í Jesú nafni. Í dag langar mig að tala eitthvað sem ég hef kosið að kalla dregur til tíðinda. Þannig að mér langar að tala svolítið það sem hefur verið að gerast núna undanfarið. Það eru jafnvel fordæmalausir atburðir sem hafa átt sér stað. Og við þurfum að átta okkur á þessu öllu saman. Við þurfum að skoða atburði líðandi stundar og við þurfum að bera það saman við spádóma Biblíunnar, sérstaklega það sem hafa ekki enn ræst á fullu eða eru enn í framtíðinni. Við erum nýbúin að vera að fara yfir Daníelsbók í vetur og þar sáum við að við getum treyst á spádómana. Þeir hafa ræst hingað til og þess vegna getum við haft fulla trú á að það sem er enn á eftir að rætast, að það mun rætast. Við megum ekki vera eins og Ísraelsmenn, við þurfum að læra af þeirra mistökum. Þeir höfðu Daníelsbók. Þeir áttu að geta vita nákvæmlega hvenær Messías kæmi. Voru þeir að fylgjast með? Nei, alls ekki. Sjáðu hvað segir hér í deilunni Miklublaðs í 409 og 10. Í spádómunum í framtíðin er framtíðin okkar opnuð jafn ljóslega og hún var opnuð lærisveinunum með orðin Krists. Þau atvik sem tengd eru lokum náðartímans og undirbúningsstarfinu fyrir þrengingatíman eru ljóslega framsett. En almenningur hefur engan meiri skilning á þessum mikilvægu sannindum en þótt þau hefðu aldrei verið birt. Sannleikan er að finna í orði Guðs, en fólk hefur engan áhuga á að kynna sér hann og því er það auðveld bráð fyrir snörur Satans. Og það heldur áfram og segir, Satan hefur vakandi auga með hverju því sem vakið getur fólki til vitundar hjálpræði sitt til þess að villa fyrir því og á reynslustundinni verður það óviðbúið. En þorri fólks lokar augunum fyrir sannleikanum og gín við alls konar ævintýrum. Satan gerir allt sem hann getur til að villa fyrir okkur og fólk sér kannski hvað er að gerast í heiminum en setur það ekki í neitt samhengi við það sem okkur er sagt í orðinu. Jesús svaraði okkur sjálfur við þegar hann talaði að loka tíman sem framöndan er og hann sagði, varist að láta nokkuð leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur og marga munu þeir leiða í villu. Erum við meðvituð þetta? Hvað erum við að gera til að forðast að vera leitt í villu? Hefur fólk verið leitt í villu? Vissulega, skoðaðu bara kirkjusöguna. Jesús hafði sagt við gyðinga að hann sagði þá að til einskis styrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningareinar. Mannasetningar. Reglur manna sem settar eru æðri orði Guðs. Það gerðu gyðingarnir. Og kristin kirkja hefur farið langt fram úr þeim í mannasetningum. Og þeir sem ekki vilja fylgja þessum mannasetningum, þeir eru ofsóttir. Það er reglan sem að endurtekur sig í sífellu. Og svo virðist sem margir séu að opna augun. Margir eru einlaglega að skoða orðið og eru að komast að ýmsu. Þau muni kannski eftir því þegar ég í upphafi árs sagði ykkur frá Kirk Cameron hvernig hann uppgötti að fólk brennur ekki í helviti að eilífu og allt var vitlaust á samfélagsmiðlum. Kirk nýtur mikilla vinsælda á meðal kristinna manna og þarna fengum margir fordæmalaust tækifæri til að kynna sannleikanum hvað verður okkur við dauðan. Því var ekki vel tekið á samfélagsmiðlum. Nei, við þurfum að halda í mannasetningarnar okkar. Við viljum endilega trúa því að fólk brenni alla eilífð í helviti þó það sé frekar auðvelt að sýna fram á að Biblían kennir það alls ekki. Hann fór að spyrja sig, höfum við á röngu að standa varandi helviti og allt var vitlaust. Og maður spyr sig, hvers vegna er þetta að koma upp á yfirborði núna? Er Guð að vekja fólk til umhugsunar? Já, ég held það, því Guð vill að við veljum og höfnum byggt á þekkingu en ekki á fáfræði. Hann leyfir samt öllum að velja og hafna og hann þvingar engan. Ég sagði ykkur líka frá Charlie Kirk, hvernig hann hafði uppgötað hinn sanna hvíldardag Guðs og skrifaði bók það sem var reyndar ekki gefin út fyrir en eftir að hann dó. Og það að svo áhrifamikill maður eins og Charlie Kirk uppgöti slíkan sannleika, það er mjög merkilegt.
Hvers vegna fékk þetta að koma fram þá og núna á þessum tíma? Það er einmitt vegna þess að flestir kristnir halda sunnudaginn heilagan af þekkingarleysi. Þeir vita bara ekki betur. Þeim hefur verið sagt af virtum guðfræðingum að sunnudagurinn sé drottins dagur og fólkið það fylgir því í blindni, fylgir blindandi mannasetningum. Það er ekki fyrr en fólk fær að sjá rökin sem það getur tekið afstöðu. Guð er að leyfa þess að koma fram, svo að fólk taki meðvitað afstöðu. Viltu fylgja því sem Biblían segir eða elskarðu mannasetningarnar meira en Guð? Nú vil svo til að þetta árið 2026 þá er stórt afmæli í Bandaríkjunum. Það eru 250 ár frá því að þingið samþykkti formlega sjálfstæðis yfirlýsinguna sem markaði opinberan aðskilnað Bandaríkjanna frá Stóra Bretlandi. Og af því tilefni er margt á dagskrá í Bandaríkjunum. 4. maí 2026 var undirritað skjal í Hvíta húsinu sem á sér engin fordæmi í bandarískri sögu. Þar er forsetinn með ákall til almennings ekki að taka frá bænadag eða augnabliks þögn. Ekki almennt ákall einingu eða þakklæti að það sem hann kallar eftir er að það verði einn ákveðin dagur tekið frá sem hvíldardagur. Tímasetningin er gefin og skjalið innsiglað af æðsta embætti landsins. Öll þessi 250 ár þá hefur engin sitjandi forseti nokkru sinni skrifað undir skjal eins og þetta. Skjalið er formleg yfirlýsing varðandi Jewish American Heritage Month. Allir forsetar síðan George W. Bush hafa undirritað eitthvað í maí til að heiðra arfleifð gyðinga í Ameríku. Og flestar þessara yfirlýsinga það líta eins út, en þessi er öðruvísi. Ein málsgrein í þessu skjali hefur vakið miklu athygli, en hún er svona: á þessu sögulega ári fögnum við sigri bandaríska andans og helgum okkur á ný málstað frelsis og réttlætis fyrir alla. Til heiðurs 250 tillögum árum bandaríks sjálfstæðis og helgina þegar 250 ár eru endurvígð, þjóðarafmæli bænar, lofs og þakkagjörðar, eru bandarískir gyðingar hvattir til að halda þjóðlegan hvíldardag frá sólsetri 15. maí til kvöldsins 16. maí. Geta vinir, fjölskyldur og samfélag af öllum uppruna komið saman í þakklæti fyrir okkar miklu þjóð. Þessi dagur mun viðurkenna helga gyðinglega hefð og gefa sér tíma til hvíldar, íhugunar og þakklætis til hins almáttuga. Og taktu eftir að þetta er frá sólsetri 15. maí til kvöldsins 16. maí. Þetta er ekki sunnudagur. Þetta er 7. dagur vikunar, dagurinn sem Guð blessaði og helgaði. Dagurinn sem er hvíldardagur Guðs, dagurinn sem Jesús varveitti. Stöldrum við og hugsun þetta aðeins. Forseti Bandaríkjanna á opinberu bréfsefni með innsigli embættisins tilnefndi 7. daginn, hvíldardag Biblíunnar sem þjóðarathöfn. Þetta er í yfirlýsingu sem mun vera opinber alla framtíð. Það eitt og sér er nóg til að staldra við og hugsa vandlega. En mikilvægasta orðið í öllu skjalinu kemur ekki fyrir í þessari málsgrein. Það birtist í setningu sem kemur neðar þar sem segir: ég hvet enn fremur alla Bandaríkjamenn til að fagna trú sinni og frelsi allt árið í þessum mánuði og sérstaklega á hvíldardeginum til að fagna 250 ára afmæli okkar. Og taktu eftir að hann er ekki aðeins að beina þessu til gyðinga, hann hvetur alla Bandaríkjamenn, ekki bara gyðingar í Bandaríkjunum, heldur allir eiga að fagna þessum hvíldardegi. Hvenær var síðast sem sitjandi forseti Bandaríkjanna kallaði alla Bandaríkjamenn til að halda 7. daginn sem hvíldardag? Ekki George Washington, ekki Abraham Lincoln og ekki Reagan, ekki Obama og ekki George Bush. Enginn þeirra, aldrei. Þetta hefur aldrei gerst í sögunni. Hvernig getur staðið á þessu? Hann er að tala hinn rétta hvíldardag, ekki sunnudag. Það er heldur ekki verið að þvinga neitt til að gera neitt. Þetta er aðeins hvatning.
En þetta er skref í átt að einhverju meira. Leið mér að útskýra að ef þú tekur eftir því að þá lýsir Trump yfir þjóðlegum hvíldardegi til að minnast 250 ára sjálfstæðis. Svo athugaðu vel að hann er ekki að segja ég boða þjóðlegan hvíldardag fyrir gyðinga vegna þess að Guð sagði það, eða vegna þess að Biblían sagði það. Hann segir vegna þess að ég sagði það. Svo þetta er þjóðleg hvíldardags yfirlýsing sem byggir ekki á Biblíunni, ekki á Guði, heldur á hverjum, byggt á manni. Og þetta getur ekki verið neitt gott. Og þetta var staðfest með raunverulegu skjali frá Hvíta húsinu frá penna Trump. Og það vekur athygli að gyðingar taka þessu fagnandi, en þeir ættu í raun að hafna þessu alfarið. Hvers vegna? Þetta getur aldrei orðið gott fyrir heiðarlegan gyðing. Í fyrsta lagi ættu þeir að hafna þessu alfarið því þetta byggir ekki á Biblíunni, ekki orði Guðs eða á Tóra, bók gyðinga. Það byggir á stjórnvöldum. Svo það sem þú sér hér er að kirkjan samþykkir og beygir kné sín fyrir veraldlegu valdi. Þetta gat ekki verið gott. Ef gyðingar eru einlægir, myndu þeir aldrei samþykkja borgaralega yfirlýsingu, hvort sem það hvetur eða neyðir fólk til að heiðra hvíldardaginn. Því Guð kallar ekki á borgaralega leiðtoga til að lýsa yfir þjóðlegum guðþjónustu degi, jafnvel ekki fyrir hans sanna hvíldardag. Og annað sem við þurfum að hafa í huga, það er þetta, að gyðingar eru minnihlutahópur í Ameríku. Svo ef þeir ætla að vera svo auðtrúa að samþykkja slíka yfirlýsingu, þjóðlegan hvíldardag fyrir gyðinga, hvað gerist þá þegar kristnir fara fram á að fá sinn þjóðlega kristna hvíldardag? Hvíldardagur fyrir kristna á sunnudaginn, þjóðlegu sunnudagslöggjöf. Og núna kemur það með valdi. Og hvað mun gerast? Sumir gætu sagt að hér sé búið að setja fordæmi að veraldleg stjórnvald gefi út slíka tilskipun. Það er þá hægt að gera það aftur fyrir sunnudaginn. Og gyðingarnir hefðu átt að segja forsetanum ef þeir væru einlægir á grundvelli orðs Guðs. Þið hafi gefið út yfirlýsingu þjóðlegan hvíldardag fyrir gyðinga. Takk en nei takk, takk en nei takk. Við getum ekki samþykkt það. Vill Guð að ríkisvaldið komi á þjóðlegum hvíldardegi? Ef sett eru lög, þá þurfa að vera afleiðingar fyrir brotamenn. Neyðir Guð samvisku okkar? Nei og aftur nei. Svo hér hefur Trump lýst yfir þjóðlegum hvíldardegi fyrir gyðinga. Svo hvað er framundan með kristna hlutann, þjóðleg sunnudagslög? Og hvað gerir gyðingurinn þá? Ef við ætlum að hafna því, þá væri betra að hafna þessu. Og það er líka þetta, að hér er verið að tengja hvíldardag Biblíunnar sérstaklega við gyðinga, eins og hann tilheyri aðeins þeim. Það styður aðeins þá skoðun sem flestir hafa, að þessi hvíldardagur sé aðeins fyrir gyðinga. Hvíldardagurinn sem var komið á í aldingarðinum löngu áður en það var nokkur gyðingur. Trump er ítrekkað að koma með yfirlýsingar eins og það þurfa að vernda kristna meginreglur og hann muni vernda það af krafti. Og hann talar mikið að endurvekja trúarbrögð í Ameríku gera þau öflugri en nokkru sinni fyrir. Og ef hann er að endurvekja trúarbrögð, hvaða trúarbrögð eru mest áberandi í Ameríku? Eru það trúarbrögð sem heiðra hvíldardag Biblíunnar eða eru það trúarbrögð sem að heiðra sunnudaginn? Ef hann endurvekur kristni í Ameríku og gerir það með krafti, hvað með þá sem að hafa önnur trúarbrögð? Hvað verður þá? Hvernig beitir ríkisvaldið krafti til að koma málefnum sínum á? Það setur lög. Og þá höfum við lög sem að mismuna fólki eftir trúarskoðunum. Hvað kom svo næst eftir þennan sögulega hvíldardag? Dagurinn á eftir var sunnudagur. Það var mikil dagskrá allan daginn, sunnudaginn 17. maí. Hann hófst með guðþjónustu morguninn. Þeir kalla það sólar uppbrásar guðþjónustu
eða sunrise worship á ensku. Hvers vegna sólarupprás? Sjáðu hvað Esekiel segir í 8. kafla 15 og 16 og hann sagði við mig: sér þú það, mannsson? Þú munt enn sjá svívirðingar sem meiri eru en þessar. Hann leiddi mig inn í innri forgarð hús drottins og voru þá þar fyrir dyrum musteris drottins milli forsarsins og altarisins 25 menn, sneru þeir bökum við musteri drottins og ásjónum sínum í austur og tilbáðu sólina í austri. Við sólarupprás snýr fólk ásjónum sínum í austur og tilbáður sólina í austri. Þetta kann að virðast saklaust og sjálfsagt finnst það flestum, en þeir hefðu getað sagt að þetta sé einfallega morgunsamkoma eða byrja þetta klukkan 10 eða 12. En þeir vísvitandi ákveða að kalla þetta sólarupprás samkomu. Þetta er mikilvægt, því að við sjáum það í sögunni að slíkar sólarupprás samkomur hafa reitt Guð til reiði. Við sjáum það þarna í Esekiel 8. Þetta er í raun náttúru dýrkun og hér sjáum við það birtast á bæði á meðal mótmælenda trúar og kaþólika. Allir páfar hafa fullyrt, eins og segir hér í þessari grein: sunnudagar verða að vera hvíldardagar helgaðir Guði og fjölskyldunni. Hann er að tala um sunnudag, ekki hvíldardag Guðs. Og við getum spurt: hver er Guð hér? Kannski ætti það að vera Guð með litlu g, því þá er það ekki Guð Biblíunar, þá er það einhver allt annar Guð. Hér er nokkuð áhugavert sem ég fann á netinu. Þetta fann ég í 150 blaðsíðna ritgerð sem ég náttúrulega ekki að þreyta ykkur á að fara að lesa hér. En hún er eftir Robert Leo Odom og var gefin út af Review and Herald. Þar kemur fram að í flestum tungumálum eru dagarnir nefndir eftir ákveðinni plánetu, 1 af 7. Sú venja að kalla dagana eftir þessum heiðnu guðum er mjög algeng. Það væri þó fáránlegt að ætla að það að nefna vikudagana eftir heimintunglum sé af hebreskum eða kristnum uppruna. Biblían sýnir okkur að gyðingar og frumkristnir menn tilgreindu dagana með tölum, þar sem sá 7. og 7. voru einnig kallaður undirbúningsdagur og hvíldardagur, talið í sömu röð. Á þessari heiðnu stjörnufræði byggði stjörnuspekin kenningin tímarásir, þar sem hver reikistjarna fékk úthlutað yfirráð yfir klukkustund, degi og jafnvel lengri tímabilum. Með því að taka reikistjörnu guðana í þeirri röð sem þær birtust úthlutaði heiðna kerfið þeim til skiptist 24 stundum dagsins. Stjörnuspeki dagurinn hófst við sólarupprás. Hver reikistjarna fékk úthlutað sinni klukkustund og guðinn sem hafði yfirráð yfir fyrstu klukkustund dagsins var einnig herra dagsins. Þess vegna var dagurinn nefndur eftir reikistjörnu guðinum sem hafði yfirráð yfir honum. Á sunnudegi er það sólin sem hefur yfirráð yfir fyrstu klukkustund dagsins, sem gerir hana degi sólarinnar. Með því að halda áfram sömu aðferð þá sjáum við og kemur í ljós að næsti dagur tilheyrir tunglinu sem verður dagur tunglsins, mánudagur. Og hér segir einnig það segir einnig að heiðingjarnir héldu sunnudaginn hátíðlegan sem gleðilega hátíð. Helstu trúarlegar athafnir heiðingja benda til að þær hafi verið framkvæmdar snemma morguns við sólarupprás. Sunnudagshald heiðninnar virðist það að verið lítið frábrigði því hvernig dagurinn er nú haldinn í Evrópu. Eftir morgun, messur og andakt í kirkjunni eyðir fólk restina deginum í hátíðarhöld, dönsum, heimsóknum, leikjum og skoðunarferðum á markaði og viðskiptum og í öðrum störfum. Með öðrum orðum, svo lengi sem þú mætir í sólarupprás guðþjónustuna á sunnudegi á fyrstu klukkustund dagsins getur þú gert hvað sem þú vilt það sem eftir er dagsins. Þú þarft bara að bera upp bænir þínar við sólarupprás. Og hvað var þetta kallað þennan síðasta sunnudag í Bandaríkjunum? Nákvæmlega þetta,
Það þýðir að í framhaldinu megum við búast við því sama og gerðist árið 321, sunnudags löggjöf. Endurtekning á því sem Konstantínus gerði, það er að gerast í Ameríku. Og hvað voru þeir að boða til síðasta sunnudag? Þeir sögðu, þann 17. maí verður okkur að sögulegri stund til að sameinast. Já, vertu með okkur á sögulegri stund til að sameinast, til að lofa og biðja sem þjóð. Vertu með okkur á National Mall til að endurvígja Bandaríkin sem eina þjóð undir Guði. Og í öðru kynninga myndbandi er sagt að við lifum á skilgreindu augnabliki fyrir trúaða í þjóð okkar. Í fyrsta sinn á ævi okkar hefur forseti Bandaríkjanna kallað Bandaríkin til bæna til að auðmýkja okkur og leita Guð saman. Þetta stendur ofar pólitík. Það er ákall til einingar, iðrunar, lækningar og vonar. Þetta er augnablik tilgangs. Sunnudaginn 17. maí eru þið boðið að vera hluti af sögunni. Taktu þátt með 1000 Bandaríkjamanna í National Mall í Washington DC þegar við komum saman í einingu til að endurvígja þjóð okkar sem eina þjóð undir Guði. Þannig voru allir hvattir til að koma saman til bæna. Ekki bara það að þetta var sólarupprás samkoma til heiður sólinni. Við þurfum einnig að hafa í huga hverjir voru þarna saman komnir til að biðja og hvað standa þeir fyrir? Eru þeirra hugmyndir eitthvað sem við getum tilnefngað okkur eða eigum við eitthvað sameiginlegt með þeim? Vilt þú bara koma saman með hverjum sem er til bæna, sama hvaða skoðanir þeir hafa? Svo hverjir voru þarna sem komu saman til að biðja? Og meðal þeirra er Robert Barron. Hann sagði að persónuleg samviska, persónuleg trú sé ógn við Bandaríkin. Persónuleg trú er hættuleg fyrir framtíð Bandaríkina, velmegun Bandaríkjana. Með öðrum orðum, ef þú fylgir ekki sameiginlegum hagsmunum rómversk-kaþólsku kirkjunnar, ef þú gefur ekki upp persónulegt samvisku frelsi þitt, þá ert þú ógn, þá ert þú hættulegur, þú ert hryðjuverkamaður. Og hver er þessi Barron? Hann er formaður nýrrar trúar frelsisnefndar forseta Trumps. Hvaða frelsi felst í því að segja að persónuleg trú sé hættuleg Bandaríkjunum? Er það frelsi? Og hann segir, ég mun nota kaþólska félagskenningu mína, sem er Catholic Social Teaching á ensku, til að móta opinbera stefnu í Ameríku. Hvað er þessi kaþólska félagskenning? Það er að gefa upp þína eigin hagsmuni fyrir rómversk-kaþólska kenningu. Sameiginlegt er gott. Sunnudagsguðþjónusta samkvæmt lögum er gott fyrir sameiginlega hagsmuni. Og hann segir, Guð er nauðsynlegur fyrir undirstöðu bandarísks lýðræðis. Hann talar um það að sé ógn við lýðræðið þegar Guð er settur út á jaðarinn og hann segir, taki Guð úr jöfnunni, hvað situr eftir? Róttækt sjálfsval, velkomin í vókið, segir hann. Hann talar að þá kemur fólk upp með sín eigin gildi, að fólk sem sagt mótar sínar eigin skoðanir. Og hann segir að það er banvænt fyrir lýðræðið okkar. Hugsaðu þér að ef þú mótar þínar eigin skoðanir og lifir eftir þínni eigin samvisku, þá er það banvænt fyrir lýðræðið. Og síðan segir hann, ef þú jaðarsetur og einkavæðir trúarbrögð, er lýðræðið í hættu. Hvað á hann við með því? Jú, það er ekki þitt einkamál hverju þú trúir. Það þarf að stjórna því að ofan hvernig þú trúir og þeir vilja fá að stjórna því. Og hann segir, það er mjög nútímaleg skilningur á frelsi sem þýðir sjálfsbrottin ákvörðun. Ég er frjáls ef ég geti bara gert hvað sem ég vil. Þetta er maðurinn sem setur í trúfrelsisnefnd Trump. Er þetta trúfrelsi? Trú þín er ekki þitt einkamál. Hvað verður þá frjálst val, samviskufrelsi sem Guð hefur gefið öllum? Og svo var öllum sagt að koma og hlusta á þessa menn og biðja með þeim við sólarupprás samkomu. Komdu og hlustaðu á Babylon
og Babýloníu menn. Frans páfi hafði einnig sagt: trúarbrögð eiga ekki að takmarkast við hvað? Persónlega samvisku. Og hann látinn, en núverandi páfi, biskuparnir og kardínálarnir eru allir að styðja við þetta sama. Þeir vilja að þú losir þig við persónlega samvisku. Samviska þín, hún þarf að stjórnast af fjölhyggjusamfélagi. Henni þarf að stjórna af ríki og kirkju, ekki Guði. Þetta er það sama og Martin Luther þurfti að takast á við. Sama vandamálið sem John Wycliffe þurfti að takast á við og jafnvel Kristur þurfti að takast á við þetta sama. Hér er Robert Barron aftur og Trump horfir á og hlustar af athygli. Hann vitnar hér í Gregory Páfa 16. Sá hafði sagt þetta: brjálæði að hugmyndin að frelsi samvisku og tilbeiðslu væri persónlegur réttur hvers manns. Það er brjálæði. Þetta er það sem öllum var sagt að koma og hlusta á. Og hann vitnar í páfann og segir: svokallað samvisku frelsi er ranghugmynd sem á enga tilveru rétt. Þetta segir hann og svo eiga allir að koma á sólaruppbrás messu sunnudegi og hlusta á þessa menn og þar á meðal Robert Barron. Hann segir einnig: stjórnvöld ættu ekki að láta hjá líða að greina milli hinnar sönnu trúar og þeirra fölsku. Stjórnvöld eiga að gera það. Og ríkisstjórnin verður að fordæma öll fölsk trúarbrögð. Hann segir þetta og hann er hvað? Formaður nýrar trúar frelsis nefndar forseta Trump. Hann hefur einnig sagt: kaþólska hefðin virðir ekki rétt til vantrúar. Kaþólsk trú lítur á trúfrelsi á allt annan hátt en stjórnarskrá Bandaríkjanna skilur það. Það eru hans orð. Og þessir menn hafa verið settir í forystu stefnumótunar Bandaríkjanna og svo er öllum boðið að koma og hlusta á þessa menn. Þeir lofa þér frelsi á meðan þeir hafa eitthvað allt annað í huga. Eins og segir hér í síðara Pétursbréfi 2:19: þeir heita þeim frelsi þótt þeir séu sjálfur þrælar spillingarinnar. Þeir lofa frelsi, en það sem þeir raunverulega vilja gera er að leiða alla í ánauð. Hér er Robert í viðtali í spjallþætti og hann er spurður: hver er helsta ógnin við vestræna menningu? Hann svarar og segir: ég held að ef við höldum áfram að útiloka Guð mun vestræn menning hrynja. Síðan tekur hann dæmi til að útskýra hvað hann á við og hann segir: hugsaðu foreldri. Myndi foreldri sína barni kærleika ef það gæfi barninu allt sem það vill á hverri mínútu? Já, auðvitað ekki. Barni vill alls konar heimskulega hluti og vill þá óviðeigandi hátt og svo framvegis. Og foreldri veit hvað er best fyrir barnið og vill það. Getur það falið í sér að segja nei? Getur það falið í sér refsingu, segir hann. Getur það falið í sér takmarkanir? Auðvitað, segir hann. Svo beittu því, þú veist, á Guð og svo á þá trú sem táknar hann. Þetta er hans orð. Það segir hann, en hann er ekki að meina að Guð sé foreldrið. Guð er ekki foreldri sem börnin eiga að hlusta á. Hann er að meina að kirkjan er móðirinn og sóknarbörnin eiga að hlýða mömmu. Annars getur mamma orðið öskureið. Mamma eða kirkjan getur þá refsað óþekku börnunum sínum. Kaþólska kirkjan lítur á sem móðurkirkjuna og litlu mótmælenda kirkjurnar eru óþekku börnin sem hlust ekki á mömmu. Þeir vilja ráða hvernig þú átt að trúa og þeir vilja geta refsa þér ef þú gerir ekki eins og þeir segja. Það er alltaf rætast eins og okkur hefur verið sagt. Er það ekki Opinberunarbókin 17:5, þar sem að segir: og henni var ritað nafn sem er leyndardómur, Babýlonin mikla, móðir hórkvenna og viðurstyggða jarðarinnar. Hver er þessi móðir hórkvenna? Hver er hinn svokallaða móðurkirkja? Rómversk kaþólsk kirkja.
Og vers 6 segir að hún sé drukkin af blóði hinna heilugu og blóði Jesú votta. Þegar við skoðum atburði líðandi stundar þá sjáum við að tíminn er næstum búinn. Ertu tilbúin fyrir það sem koma skal? Allt mun koma fram eins og Biblían hefur boðið. Munið við erum nýbúin að fara yfir Daniel 9. Hann sagði nákvæmlega fyrir skírn Jesú og það gerðist nákvæmlega á réttum tíma. Krossfestingin 3,5 ári síðar eins og sagði í spádóminum. Þetta var árið 27 og 31. Nú er árið 2026. Næsta ári hefur við 2027. 2000 ár frá skírn Jesú. Þegar heilagur andi kom yfir hann í formi dúfu. Nú ég er ekki að fara að tímasetja endurkomu Jesú, en þetta eru áhugaverð ártöl framundan. Hvað mun gerast árið 2027? Er það árið sem að heilagur andi verður úttelt síðara regnið? Ég veit það ekki, en þetta er spennandi. Og svo er það 2031, 2000 ár frá krossfestingu Krists. Verður það ár ofsókna og píslavotta? Það er ekki útilokað. Manstu söguna af miskunnsama samverjan? Samverjinn okkur var að ferð kom að honum og hann sá hann, kendi hann í brjóstum hann. Jesús, hann er miskunnsami samverjinn. Hann kom fyrir 2000 árum því hann kendi í brjóstum hann, okkur. Daginn eftir tók hann upp, hvað marga? 2 denara. Fékk gestgjafanum og mælti, lát þér andum hann og það sem þú kostar meiri til skal ég borga þér. Hvenær ætlar hann að gera það? Hann segir, þegar ég kem aftur. Þetta var fyrir 2000 árum. 1 denar voru laun daglauna manns. Já, Guð er 1 dagur sem 1000 ár. 2 denarar eru það bil að verða búnir. Kristur fer að koma. Páll hvetur okkur og segir, verið ekki hugsjúkir neitt heldur gjörið í öllum hlutum óskir eða kunna Guði með bæn og beðni og þakkargjörð og friður Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Við höfum ekki að óttast framtíðina. Við þurfum að horfa á og fylgjast með og sjá hvar við erum stödd í straumi tímans. Jesús sjálfur sagði, þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar, því að lausn yðar er í nánd. Þegar við sjáum allt þetta gerast, það á að vera okkur hvatning til að helgast Guði enn meir, helgast honum meir og meir og vera staðföst í sannleikanum. Amen.